Ríkið hefur greitt á 70 milljón króna í húsaleigu fyrir ónothæft húsnæði sem var opnað á ráðherra með viðhöfn 4 dögum fyrir síðustu þingkosningar. Það átti að hýsa börn með hegðunar- og fíknivanda. Bandaríkjamenn segjast hafa drepið háttsetta Húta í árás sinni á bækistöð þeirra í Jemen. Minnst 31 lét lífið. Sjór flæddi yfir æðavarp við Sandgerði og æðarbændur dæla sjó af landi allan sólarhringinn. Þau segja varnargarða of lága og hafa litla aðstoð fengið frá yfirvöldum. 59 létust þegar eldur kviknaði á næturklúbbi í Norður Makedóníu í nótt. Börn allt niður í 14 ára voru á staðnum þegar eldurinn kom upp. Sunnutorg, gamli söluturninn við Langholtsveg í Reykjavík, verður endurbyggður og þar stendur til að reka kaffihús og grænan markað. Gott kvöld. Meðferðarheimili sem var opnað af ráðherra með viðhöfn 4 dögum fyrir síðustu þingkosningar hefur enn ekki verið tekið í notkun. Það átti að hýsa börn með hegðunar- og fíknivanda á vegum Barna- og fjölskyldustofu. Ríkið hefur greitt á 70 milljón króna í leigu þrátt fyrir að húsið sé ónothæft. Fjöldi fólks mætti við opnun Blönduhlíðar í Skálatúni í Mosfellsbæ. Einhverjir sem þangað mættu fundu stæka fúkkalykt í húsinu þótt gluggar væru opnir. Þetta var 27. nóvember eða eins og sagt korteri fyrir kosningar þegar ráðherrar eru venjufremur duglegir við skóflustungur og því líkt. Mennta- og barnamálaráðuneyti skrifaði í tilkynningu að meðferðarheimili hefði verið opnað. Það var langt í frá veruleikinn, ekki var búið að ljúka brunaúttekt og ekkert var starfsleyfið. Húsið stendur enn tómt. Ríkið hefur greitt 750.000 krónur í leigu á mánuði frá því í ágúst. Reyndar stendur í leigusamningnum að komi í ljós á fyrstu 6 mánuðunum að húsnæði sé ekki hæft börnum af ástæðum sem ekki eru leigutaka að kenna megi rifta leigusamningnum. Það var ekki gert. Í leigusamningnum segir að leigutaki sætti sig að öllu leyti við ástand hússins. Í svörum mennta- og barnamálaráðuneytisins við spurningu fréttastofu segir að Barna- og fjölskyldustofa hafi tekið að sér að innrétta húsnæðið í samráði við ráðuneytið, en að kröfur brunavarnir fyrir starfsemina hafi ekki verið hægt að uppfylla. Framkvæmdasýslan ríkiseignir stendur að leigusamningagerð fyrir ríkisstofnanir. Í svari ráðuneytisins segir að sökum neyðarástands í húsnæðismálum meðferðarheimila hafi ráðuneytið og Barna- og fjölskyldustofa ekki haft samráð við framkvæmdasýsluna heldur ákveðið að gera leigusamning Blönduhlíð því að það væri húsnæði sem var hægt að breyta í meðferðarheimili á skömmum tíma. Ríkið greiðir því nú 750.000 á mánuði fyrir hús sem ekki hægt að nota og 1,2 milljónir fyrir húsnæði sem fundið var í staðinn. Blönduhlíð fer brátt í notkun en ekki á vegum Barna- og fjölskyldustofu samkvæmt upplýsingum þaðan og vitanlega ekki sem meðferðarheimili. Bandaríkjaher sagður hafa drepið minnst 31 í loftárásum á bækistöðvar Húta í Jemen. Árásirnar voru meðal annars gerðar á borgina Sana en bandarísk stjórnvöld segja nokkra háttsetta Húta á meðal hinna látnu. Heilbrigðisráðuneyti hinna herskáu Húta segir að 100 manns hafi særst til viðbótar. Hútar sem ráða yfir stóru landsvæði í Jemen hafa síðustu misseri ráðist á flutningaskip á Rauðahafi sem sett hefur skipaflutninga á heimsvísu úr skorðum. Bandaríkjamenn, Bretar og fleiri ríki hafa reglulega gert árásir á bækistöðvar hreyfingarinnar síðustu mánuði. Fjölmiðlaarmur Húta-hreyfingarinnar birti í gær myndskeið af börnum sem sagt að hafi særst í árásinni. Yfirráðasvæði Húta nær meðal annars yfir strandlengju Jemen að Rauðahafi og þaðan auðvelt fyrir samtökin að gera árás á flutningaskip á leið Súesskurðinn. Nú síðan árásir Húta hófust fyrir nokkrum misserum hefur flutningaskipum fækkað mjög og þess í stað þurfa skipin að sigla suður fyrir Afríku á leið sinni vestur og það eins og sjá má á þessari mynd mun lengri leið. Donald Trump Bandaríkjaforseti sem fyrirskipaði árásinnar segir að eldi og brennisteini muni rigna yfir Húta ef þeir láta ekki af árásum sínum. Þá varaði hann Írani við að þeir yrðu látnir sæta ábyrgð vegna stuðnings klerkastjórnarinnar þar í landi við Húta. Íranski herinn vísar þessu á bug.
به عنوان نماینده یمنی‌ها تصمیمات راهبردی و عملیاتیش را خودش اتخاذ می‌کند. جمهوری اسلامی ایران نقشی در تنظیم سیاست‌های ملی یا عملیاتی هیچ جریانی از جبهه مقاومت از جمله انصارالله یمن ندارد. Æðarbændur við Sandgerði óttast varp eftir að varpland á 3.000 æðarfugla fór á kaf í sjó í óveðrinu í byrjun mánaðarins. Þau hafa dælt sjó af landi á eigin reikning og reyna að klára verkið áður en fuglinn mætir. Hvað gerðist hérna? Ja, við fengum flóð eins og svo margir aðrir þarna helgina 1. til 3. mars og þá fór hér allt á flot. Þetta var allt hérna svæði, þetta var flotið sjó. Tjörnin sem á að vera bara fastli tjörn, hún fór hér allt æðavarpið. Það var allt á kafi, öll hreiður og allt saman, eða hreiðurstæði. Og ekki von á fuglinu bráðlega? Jú, hann byrjar að kíkja hérna upp, hann komin í fjöruna og kíkir hérna upp á flóðið aðeins upp á tjörn og hérna kemur í ljós hvað hann gerir svo, þegar hvort við náum að þurrka þetta eitthvað upp áður. Norðurkoti er hlutinn stærsta æðavarpsvæðis á landinu. Í fyrra voru hér yfir 2300 hreiður en þeim hefur fjölgað ár frá ári og tekjurnar á dúntekjunni voru 11 milljónir á síðasta ári. Það er ekkit gott að vera með mikla bleitu undir þegar það byrjar að verpa. Það er bara þá bara bæði skemmast eggin og dúnnin. Þannig að það er ekki gott. Þannig að það er heilmikið undir að takist að þurrka einu? Já, það skiptir máli og við getum og þetta með að dæla, það held ég að sé bara eina og besta lausnin hjá okkur, það er að dæla þessu út til þess að flýta fyrir því að allir jarðvegurinn er bara rosalega blautur og það sígur lítið niður. Það þarf hjálp við það. 2 dögum eftir flóðið höfðu hjónin í Norðurkoti fest kaup á dælu til að dæla sjó af varplandinu. Svo fengum við núna í gærmorgun, laugardagsmorgun, þá fengum við hérna frá Brunavörnum Suðurnesja að þeir komu með hérna 2 dælur og nú er dælt á fullu hér og það er miklu meira afköst af því sko. En það þarf að bæta við olíu á 1,5 klukktíma fresti, þannig að það er heilmikið vinna. Hafið þið beðið meira aðstæð? Já, við erum svo sem búin að óska eftir en það hefur gengið illa. Það er bara svoleiðis. En hefur eitthvað svipað hérna gerst áður? Ekki minni tíð. Ekki minni tíð. En það sem vantar, það er náttúrulega eins og alls staðar annars staðar, þarf bara að laga garðana hérna. Ef að varnargarðinu væri hærri þá hefði þetta síður gerst? Jú, það hefði örugglega minna gerst. Fari svo að verkinu verði ekki lokið þegar fuglinn kemur og vill gera sér hreiður, hvað gerist þá? Það verður bara komið í ljós, við erum bara bjartsýn og gerum bara ráð fyrir að þetta verði bara orðið gott. Við ætlum bara standa í þeirri trú og vona að það verði. Setja þarf sérstök lög á Alþingi endurreisn samfélagsins eftir náttúruhamfarir. Þetta segir fyrrverandi forstjóri almannavarna og jarðskjálftaverkfræðingur. Enginn vafi sé á að byggja skuli upp samfélagið í Grindavík. Sólveig Þorvaldsdóttir, doktor í jarðskjálftaverkfræði og fyrrverandi forstjóri almannavarna ríkisins hefur stýrt hjálparstarfi víða heim eftir hamfarir, síðast í Tyrklandi 2023. Hún segir alla þurfa að koma að endurreisn Grindavíkur, íbúana, sveitarstjórn, vísindamenn og ekki síst Alþingi. Við þurfum að undirbúa fleiri. Það er ekki nóg að björgunarsveitir, lögregla, slökkvilið, Rauði krossinn er að undirbúa sig. Það þarf að undirbúa sveitafélagin, það þarf að undirbúa sveitarstjórnir, það þarf að undirbúa starfsfólk sveitafélaga. Sólveig vinnur að gerð líkans sem mælir meðal íbúa hvað þeim finnst þurfa til að búa í bænum. Líkanið byggir á sömu aðferðafræði og notuð erlendis eftir hamfarir. Þekking sem reynslan hefur safnað saman síðan fyrsta eldgos braust út verður þá notuð á kerfisbundin hátt. Sólveig segir að miklu fyrr þurfa að hefja endurreisnarstarf þegar hamfarir hafa dunið á byggðum. Það er aðalatriðið í þessum, út frá því sem ég er að horfa á í sambandi við mínar rannsóknir, í sambandi við mínar reynslu, að við þurfum að vera betur undirbúin í endurreisnarstarfið. Mikilvægt sé að setja ný lög þar sem almannavarnir einar og sér nái ekki utan framtíð bæjarins. Við þurfum að hafa
lög sem að endurreist samfélaga sem að miklu víðara heldur en almannavarnalögin í dag. Við þurfum að hafa lög sem að nær miklu betur til allra ráðuneyta og sveitarfélaga. Minnst 59 eru látnir eftir bruna á skemmtistaði í Norður Makedóníu í nótt. Vitað að ungmenni og jafnvel börn hafi verið inn á staðnum þegar eldurinn kviknaði og staðarhaldarinn hefur verið handtekinn. Rappsveitin DNK tróð upp á skemmtistaðnum Pöls skammt frá höfuðborginni Skopje í nótt með tilheyrandi sjónarspili. Neistaflug nærri sviðinu varð að örlagavaldi. Neistarnir læstu sig í þak staðarins sem var úr mjög eldfimu efni. 1500 manns voru á tónleikunum og mikill troðningur myndaðist þegar fólk reyndi að forða sér út. Vitað að börn allt niður í 14 ára voru á tónleikunum. Allt tiltækt slökkvilið var ræst út þegar í staði rétt fyrir klukkan 3 í nótt og allt starfsfólk nærliggjandi sjúkrahúsa kallað til. Þangað voru tónleikagestir, langflestir ungir að árum, fluttir tugum saman. Í dagrenningu komu svo aðstandendur til að gá að ástvunum sínum og fjölmargir fengu fréttir sem þeir hefðu aldrei viljað fá. 150 душі, 150 фамілій će stradat. За що ti mi život na mene? Ne mi treba na meni život. Jedno detencije imaš, što ti mi? Ne mi treba život, ľudje. Lögregla hefur brunan til rannsóknar þótt þegar liggi fyrir hvað honum olli. Lögregla sótti sönnunargögn þegar slökkvilið hafði lokið störfum sínum. Einn hefur þegar verið handtekinn og Norður Makedónska ríkisútvarpið segir það staðarhaldaran á Pöls. Handtökuskipanir hafi verið gefnar út á hendur 4 öðrum. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir viðvörunarbjöllur farnar að hringja vegna tollastríðs Bandaríkjastjórnar. Samdráttur í fjölda ferðamanna frá Bandaríkjunum gæti þýtt milljarðatap í gjaldeyristekjum. Áhrifa tollastríðs Bandaríkjastjórnar farið að gæta víða og segir framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar viðbúið að ferðaþjónustan hér á landi fari ekki varhluta af þeim. Við vitum það að bandaríski markaðurinn viðkvæmur fyrir því þegar að markaðirnir fara niður á við og fólk svona sensitíft fyrir því að halda sér höndum. Við sjáum flugfélög erlendis í Bandaríkjunum vera að draga saman tekjuspár sínar vegna þess að ferðalög verði líklega minni á árinu heldur en búist var við, þannig að það má búast við því að það verði áhrif hér eins og annars staðar. Hann segir að stjórnvöld þurfi að fylgjast vel með þróun mála. Það töluvert mikið í húfi og við sjáum að gervigreindarspá ferðamálastofu sem spáði í upphafi árs 3% fjölgun á árinu. Hún núna búin að aðlaga sig og spáur 3% fækkun. Þannig að þessi hlutir eru fljótir að gerast þegar að viðskiptakerfi heimsins sett á hvolf. Horfa þurfi til þess hvernig markaðssetningu landsins sé hagað við þessar aðstæður og hvernig hægt sé að undirbúa ferðaþjónustuna fyrir hugsanlegar breytingar. Yfir þriðjungur þeirra ferðamanna sem hingað komi séu frá Bandaríkjunum. Svona verður einhver alvöru samdráttur í því að segjum ef að sá fjöldi dregst saman um 5% þá má búast við því að það þýði einhvers staðar á milli 7 og 8 milljarða tap í gjaldeyristekjum. Hafið ykkur áhyggjur af þessu svona eins og staðan núna? Við erum svona að byrja að undirbúa fyrir það að við getum þurft að hafa verulegar áhyggjur af þessu. Minnst 34 eru látnir eftir mikið óveður sem gekk yfir miðhluta Bandaríkjanna í gær og nótt. Sums staðar tættu hvirfilbyljir hús í sig en annars staðar var tjón af gróðureldum og sandstormum. Hvirfilvindar lögðu víða heilu hverfin í rúst í Missouri. Þar hafa 12 fundist látnir og tjón víða mikið. Þessi íbúi í Missouri einn þeirra sem eiga sárt að binda. Hann hætti sér að heimili afa síns heitins til að bjarga eiginkonu hans. Keðjusög sem hann hafði í bílnum gerði honum kleift að saga í sundur tré sem höfðu þverað vegi á leiðinni og aðkoman var ömurleg. She was trapped in that bedroom, only room standing left of this house. She was trapped in it. We got her out the window, got her up to the Earth home that's up the road. And we were helping other people. We found a few bodies that was out in the field, few deceased people. But it was a rough night. It was a really rough night. Íbúar aðeins sunnar í Mississippi höfðu svipaða sögu að segja. I grabbed my toddler, wrapped her up and got on the bed and then my husband grabbed my daughter. All I could hear is my 6-year-old screaming that she didn't want to die. And you don't want to hear that coming out of your baby's mouth. And, my husband saying, please God, let my family be okay. Please God, please God, please God. Þar sem jörð var þurr sköpuðust kjöraðstæður fyrir gróðurelda. Mikil eyðilegging varð í Oklahoma.
Í Texas urðu miklir sandstormar sem geta birt ökumönnum sýn á augabragði. 50 bíla árekstur varð á hraðbraut í Texas og að minnsta kosti 8 létust. Og nú standa við styrktartónleikar í Bæjarbíói í Hafnarfirði. Tilefnið 40 ára afmæli Alzheimers samtakanna. Og Linda Blöndal, fréttamaður okkar, þar. Linda, það koma þarna fram margir landsþekktir söngvarar, ekki satt? Jú, svo sannarlega, og það prúðbúið fólk sem sest inn í sal á þessu sunnudagskvöldi til þess að styrkja gott málefni, mikilvægt málefni og líka til þess að hlusta á góða tónlist. Og Bjarni Ara komin upp á svið. Við þurfum aðeins að halla því að hann ekki með mjög lélega rödd, sko. En það hann Guðlaugur sem framkvæmdastjóri Alzheimers samtakanna. Guðlaugur, kannski á þessum 40 árum, hversu mikið hefur þekking aukist á þessum sjúkdómi? Sem betur fer hefur þekkingin aukist alveg gríðarlega mikið því að þegar samtökin eru stofnuð 85 þá var í raun og veru mjög lítil umræða og þekking á heilabilun og hvað þá einhverju þjónustu við einstaklinga með heilabilun eða aðstandendur þeirra. Þannig að það voru algjörir frumkvöðlar sem stofnuðu samtökin árið 1985 sem hafa núna þroskast og þróast í þessi 40 ár og hefur alveg heilmikið gerst en auðvitað betur má duga skal. Hvað þurfið þið helst? Þetta eru orðinu öflug samtök, en hvað þurfið þið kannski helst að efla? Þurfið þið meira fjármagn, þurfið þið meira mannskap, er það eitthvað svoleiðis? Það sem að samtökin sjálf sem eru félagasamtöku, við erum rekin algjörlega styrkjum, þannig að við þurfum auðvitað fjármagn til þess að bara fjármagna okkar rekstur, en fyrst og fremst þurfa einstaklingarnir sjálfir úrræði sem að hendar þeim og það þarf úrræði fyrir einstaklinga með heilabilun og öllum stigum heilabilunar og úrræðin eru því miður í dag mjög svona aftarlega í sjúkdómanum, þannig að við þurfum betri úrræði sem eru þá alveg þegar fólk að greinast með sjúkdómanum. Þetta sjúkdómur sem að snertir flestar fjölskyldur landsins. Eyvi, þú ætlar að stíga upp á svið, gaman að sjá þig. Þú þekkir þetta eigin raun þar að segja? Já, ég geri það. Ég bæði móður mín og amma mín áttu við þessa heilabiluna að eiga við og þannig að ég þekki þetta mjög vel og svona nýlegasta dæmið mágur minn sem að dó úr heilabilun bara 70. Það búið að fylgja mér svolítið svona aðeins sjá, að maður þekkir þetta. Já, hefur fjölskyldan nýtt sér samtökin? Nú erfitt að segja, ég held ekki sko, en ég vissi ekki einu sinni að þessu samtökum fyrir en að bara Kristján hafði samband við mig og bað mig að syngja hérna á þessu tónleikum og svoleiðis, þannig að þetta bara frábært að geta tekið þátt í þessu. Það verk að vinna, en gaman að sjá okkur hérna og góða skemmtun í kvöld. Takk fyrir. Vandasamt hefur reynst að finna leigutaka að Sunnutorgi, gömlum söluturni við Langholtsveg. Reykjavíkurborg hefur nú samið við Veraldarvini sem vilja reka þar grænan markað. Sunnutorg á mótum Langholtsvegar og Laugarásvegar teiknað af Sigvalda Þórðarsson, arkitekt. Húsið sem var teiknað 1958 var hannað sem strætóbiðskili og söluturn. Húsið hefur staðið autt í nokkur ár en nú ætla samtökin Veraldarvinir að glæða lífi í það á ný. En hér ætlum við aftur á móti að vera með kaffihús og upplýsingamiðstöð umhverfisvernd og sjálfbærni. Samningurinn til 15 ára og Veraldarvinir fá húsið leigulaust í 10 ár gegn því að byggja það upp. Já, við þurfum að rífa þetta niður og endurbyggja það. Það ekki mikið sem hægt að nýta þessu. En eflaust einhverja fjalir og eitthvað járn sem hægt að nýta. Þórarinn vonar að endurbygging Sunnutorgs efli mannlífi í hverfinu. Hugmyndin að vera með svona græna starfsemi hérna. Við viljum setja hérna upp sölu á grænmeti. Við viljum ekki endilega selja sjálfur, heldur að fá þá framleiðendur af grænmeti til þess að koma hérna og vera með svona sölutorg. Það passir bara mjög vel við að fara í það starfsemi hér og passa líka vel við að vera með kaffihús hér og hérna græna markað hérna sko.
Samtökin Veraldarvinir fá sjálfboðaliða frá mörgum mismunandi löndum til vinnunar. Þórarinn áætlar að kostnaður við endurbygginguna verði 10 milljónir. Við erum með smíð í vinnu, mjög góðan smíð. Þannig að hann kemur til með að stýra þessu, en síðan þetta unnið líka á sjálfboðaliða. Þannig höfum við gert það út á landi þar sem við endurbyggja hús og þannig verður það líka hér. Þau taka fullan þátt í þessu, við erum mjög fullt af verkfræðinemum og fólki sem er að læra er að stunda iðnmenntun, þannig að þau koma hingað til landsins til að leggja hönd á plóg. Og þá að veðri, sunnan og suðvestan 5 til 15 metrar, hvassast norðvestan til. Dálítil súld eða rigning öðru hverju sunnan og vestanlands, en bjart með köflum á norðaustur og austurlandi. Hiti 3 til 10 stig að deginum, en við förum nánar yfir veðrið hér rétt á eftir, en fyrst ætlum við að sjá hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins. Baráttan deildarmeistaratitil kvenna í handbolta harðnar með hverri umferðinni. Boðið var upp á toppslag í Úlfarsárdalnum í gær þegar Fram tók á móti Val. Karlalið Liverpool gat unnið fyrsta titil tímabilsins í fótbolta. Til þess þurfti það þó að vinna öflugt lið Newcastle í úrslitaleik deildarbikarsins. Við kíkjum á fyrsta Formúlu 1 kappakstur tímabilsins og fáum kennslu í keilu frá efnilegasta spilara landsins. Íþróttir hér handan við hornið. Og öðrum kveðum ykkur ætlum að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Ríkið hefur greitt á 70 milljón króna í húsaleigu fyrir ónothæft húsnæði sem opnað var af ráðherra með viðhöfn 4 dögum fyrir síðustu þingkosningar. Það átti að hýsa börn með hegðunar- og fíknivanda. Bandaríkjamenn segjast hafa drepið hátt setta Húta í árásinni á bækistöðu þeirra í Jemen, minnst 31 lét lífið. Sjór flæddi yfir æðavarp við Sandgerði og æðarbændur dæla sjó af landi allan sólarhringinn. Þau segja varnargarða of lága og hafa litla aðstoð fengið frá yfirvöldum. 59 létust þegar eldur kviknaði á næturklúbbi í Norður Makedóníu í nótt og börn allt niður í 14 ára voru á staðnum þegar eldurinn kom upp. Sunnutorg, gamli söluturninn við Langholtsveg í Reykjavík verður endurbyggður og þar stendur til að reka kaffihús og grænan markað. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn og þá má líka alltaf senda fréttastofunni ábendingar á netfangið fréttir@ruv.is, en við þökkum ykkur samfylgdina helgina, hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Ég geymi minn bara í herberginu mínu. Ég er með þessum á öruggum stað.